Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum sem við tökum hérna á Reykjavík Lights Hotel, en eins og fyrir kom fram að þá erum við stödd hérna í borginni og fréttum að því að það væru nokkru söngfuglar á leiðinni norður og höfum fengið fleiri til okkar. Þú ert nú reyndar á leiðinni með honum, Friðriki, sem var hérna áðan líka að fara að Tom Jonesast. Hvernig er að taka þátt í því? Það er náttúrulega ótrúlega gaman og gaman að fá að taka þátt í fjölbreyttin skemmtiatriðum, ef við getum sagt það þannig. Tom Jones er náttúrulega miklu örfissu. Ég veit, ég get alveg tengt það. Ég syng nú eitt lag í Tom Jones sem Guðrún og Sigga syngja líka í því sem við erum að fara með saman. You're My World, eða hvað heitir það á íslensku? Allt mitt líf. Allt mitt líf, einmitt, sem Ellie Williams sang. Svo þetta blandast allt vel og það sem er líka samlega eiginlegt með bæði sjóin er það að það er mikið hlegið sem mér líka sérstaklega vel með að hlæja. En það er þess að tónleikarnir við eigum samleik. Segðu okkur aðeins frá því hvers konar tónlist er þarna að ræða? Þarna er svona tónlist sem er svona þessi lög sem eru frá því svona, já, við Guðrún voru litlar og svona þessi lög sem við elskuðum, þessi íslensku gömlu góðu lög. En svona prógramið sjálft snýst svona mikið það bara að hafa gaman og hlæja. Þetta er svona, að því þetta er til aðan hvernig maður þetta segja að þú spyrðir hvað er það að fara að gera? En þá er þetta í rauninni bara, við erum að koma norður til að fá fólk til að hlæja og hafa gaman eina kvöldstund með okkur. Og inn á milli þess sem við erum að syngja, að þá erum við bara svolítið að rugludallast. Við erum að hlæja og gera grín hvort á öðru og segja sögur af lögunum, sögur af okkur sjálfum og allt mögulegt. Þannig að þið eru sett að koma norður, það er í mars, er það ekki 7. mars sem að þetta mæta norður í þetta allt saman og þeir eru búin að vera aðeins að flytja þetta prógram hérna fyrir sunnan. Hvernig hefur gengið? Það hefur gengið rosalega vel. Við byrjum einlega fyrir rúm 2 árum síðan með þetta prógram. Einlega þá á dögum þar sem við söngvari höfum ekki sem mest að gera, þú veist, að mánudegi, þriðjudegi, það er svolítið helganar okkar en við hugsa að það er nú kannski gaman að vera með eitthvað skemmtilegt prógram þar. Sem þróaðist út í það að við fórum í salin í Kópavogi og við erum að hafa uppselt alveg 3 síðustu sjóin hjá okkur og það hefur, tekist ótrúlega vel og þess vegna langar okkur líka að koma norður og næstilega fyrir að taka sig á vel þar. Og Guðrún Gunnarsdóttir er sem sagt með ykkur og tala... Hún er undir borðinu, hún er bara rosa feimin fyrir. Við höfum frétta, vertu bara þarna áfram. Nei, ég held að sé ekki mjög feimin Guðrún, hún er svo yndisleg. Og veistu að fá að vera með þessum tveimur hérna, þau eru svo yndisleg og þau eru svo fyndin og þau eru svo skemmtileg. Og við fórum með svona stikkisól með þetta prógram og veistu það, ég held við keyrðum fram og tilbaka og við hlóum allan tíman og ég er ekki að grínast með það. Þetta er bara, svo gaman. Ég get einhvern veginn heyrt þessi látusköll fyrir mér. Já, þetta er, við höfum mikið, svo sagt, þær tvær eru svona ellismellir og ég er náttúrulega ungi maðurinn sem að vera með... Það lækkar meðalaldurinn mjög mikið sem er mjög gott, þú veist. Ég er náttúrulega bara búin að vera... Ég grína þessu einmitt. Ég er bara búin að vera hér í 11 ár, svo þetta er allt nýtt fyrir mig. Já, einmitt, þetta eru gömlu íslensku lögin. Þurftir að fara bara og læra þau öll sömul eða hvað? Já. Segðu mig frá laginu Við eigum samleik. Hvernig gekk þér að læra það til að byrja með? Ég skal segja það, ég stóð uppi á þakinu hjá tengdapabba og var að mála þakið hans og ég hlusti að Við eigum samleik og heilengi við kunnum það ótrúlega vel þegar ég mætti að fyrstu æfingina og þá fann ég út af því að það var ekki það lag sem ég átti að vera að læra. Nei, það voru að læra hans Fúsa Halldórs, Við eigum samleik. Þannig að þú lærðir kolvitluslag. Já, eiginlega. En gaman að kunna þetta lag enga síður. Já, og það er ekki mjög flott núna, sem ég mála. En nefna okkur kannski aðeins dæmi úr prógraminu. Hvaða lög er þetta? Eins og ég segi, við erum að taka lög eftir Fúsa. Við höfum samleið, við erum að taka Hæ Mambó, við erum að taka Góða ferð, hérna gamla ísviskalagið. Góða ferð, nei. Fús, Hæ Mambó er ekki eftir Fúsa? Nei, það er ekki eftir Fúsa, það er eftir allt annan. En hérna, við erum að taka Tilveru fræ, hvað fleiri lög?
bara fullt. Já, þetta alveg hellingur, Dagný Já. og svo erum við að taka lög eins og undir bláhimni, fólk fara að syngja með okkur og fara að taka undir með okkur allan tíman. Þeir sem kunna þar að segja. Ég er mjög velkomna að syngja með. Þeir verður bara að meta það sjálfur hvort geta það. En eru þú fórst að syngja þessi nýju lög sem þú hafðir ekki heyrt, gömlu íslensku lögin, var eitthvað sem kom þér óvart eða þér fannst skemmtilegt eða leiðilegt? Ekkert sem var leiðilegt. Það sem ég fannst alveg töfrandi flott var náttúrulega Dagný. Mér fannst það alveg rosalega flott. Oft búin að heyra það og oft nei, alls ekki, en síðan fekk ég að syngja það með frú Bentinser og það var náttúrulega bara geðvegt. Mér fannst það svo flott. Mér fannst Vitfjörð svo flott í því. Sem við erum í það. Það er svolítið sérstætt og gaman að vinna þá eins og með Jókan að geta séð einhvern læra og heyra kannski eitthvað af þessum lögum sem þið þekkið einmitt bara frá í uppeldinu, vera að heyra það kannski. Já, og svo er eins og lög eins og mann hvort það er í Dagný eða við höfum samlið, það eru svona skrítin tónbil og annað í þeim sem okkur finnst bara ósköp eðlilega, en hann fór að hugsa bara, vá, hafið ekki pælt í þessu, þetta er svona skrítin hvernig maður syngur þetta og svona, nei, þá var þetta bara með okkur í blóðuna því við erum búin að alast upp með þetta, sko, upp með þessi lög. En svo er hann að syngja eins og eitt lag sem er rosalega fallegt, það er Barn, þetta er Ragga Bjarna og hann gerir það alveg, það er yndislega fallegt og það er nú einmitt eitt af þeim lögum sem að þú talar um að væri svo óbúslega fallegt. Já, eitt af þeim sem mér hefur lengi finnst bara eitt af flottari íslensku lögunum, það er þetta Elsku barn sem Raggi kom með og bæði textan og lagi er náttúrulega bara ótrúlega flott og ég fekk heiðurinn af að syngja það. En við erum nú að tala um þessa tónleika sem Tvegum samlið sem verða fyrir norðan 7. mars og svo haldið áfram í apríl hérna fyrir sunnan, en fyrst ég er nú með ykkur hérna bæði þá er að styttast í Eurovision og þar sem að örugglega stærsti hluti íslensku þjóðarinnar er einhvers konar Eurovisionur. Þú söngst nú alveg æðislega fallega með söngdífunum í síðasta þætti og ég veit að margir fengu gæsahúð og tár. En eru þið búin að fylgjast með núna? Hvernig líst ykkur á lögin í ár? Þessi lög sem eru komin í úrslit. Mér líst ágætlega á þetta, mér líst vel á lögin sem eru komin í úrslit. Það er greinlegt þetta er greinlega yngjast upp. Þetta eru allt ungi keppendur eiginlega, frega fyrir utan náttúrulega Björn Jörund og þá þeir eru náttúrulega búin að vera lengi en svona held ég öll hinn, þetta er allt svona ungt og fest fólk og það er bara flott að nýja fólki fá líka tækifæri og já, það eru 3 lög sem ég tel vera þau lög sem eitt af þeim fer áfram og ég veit ekki hvort ég á að segja það eða hvað. Ég var einmitt að ræða þetta við Friðrik Ómar, hann breyttist bara í pólitíkus hérna áðan þegar ég fór eitthvað að spyrja hann, jú ég veit hvaða lag vinnur, viltu segja það? Nei. Þorið að segja eitthvað svona? Nei, sko, það er kannski liggur ekki beint á okkur að fara til okkur hvað, það getur fara í fólk ef við fara að segja hvað okkur finnst besta lagi og af hverju og oftast höfum bara rangt fyrir okkur. Ef við kannski hlustum öðruvísi og við erum miklu öðruvísi nálgun á Eurovision en fólk sem situr heima í sal og hlustar á það fyrsta skipti, við erum svo inhabíl held ég að við megjum ekki segja hvað okkur finnst best. En þú áttu þér sem sagt uppáhaldslag og þú fylgist með og svona? Auðvitað. Ég held að flestir íslendingar geri það, ég held að allir hlusti og horfi á keppnina sko. En þetta er líka bara svo flottur vettvangur fyrir fólk, það er nú ekki mikið íslenskt sjónvarpsefni með tónlist og bara flott að það fær fólk að senda inn lög, það er þá eitthvað að gerast, það er verið að búa til ný lög, nýja músík, nýja flytjendur og það er bara frábært við þessa keppni. Það er nú nóg að neikvæðnisröddunum líka í kringu þessa keppni alltaf, varðandi í lög, flytjendur, föt, hljóð, peninga og svo framvegis. En skemmtilega og góða við það er það að þau eru allavega með einhverju skoðun, frekar en ekki. Svo sagt, þau eru að fylgjast með. Hvort þeir eru að rífa sig Ragnhildi Steinu, hvort þetta passar henni eða ekki. Passar ekki allt henni. Eða hvort Friðrik Þór er að rífa buxna, já það er náttúrulega klæður allt hana. Eða hvort buxnar hjá Friðrik Þór farið tvennt eða eitthvað svolítið. Það skiptir ekki máli eins lengi og þau fylgjast með. Það er besta.